Það verður sigur á sprækuliði Blika. Eitthvað sem ekki tókst ekki í fyrirumfyrinni í þessu. Það var svolítið kaflaskiptur leikur, það ekki? Jú, bara Blika núna bara gera það í kvöld sem við erum að gera vel í allan vetur. Þeir eru bara að halda áfram. Og mér finnst vera kannski full mikið að flækja hlutina hann í þriðjuleikundunum og vorum einhvern veginn að þræða einhverjar sendingar, eitthvað sem við vorum að tala um að ætlum ekki að gera því að þú veist að menn hafa einhverjir að tala niður vörðinu á Blikunum en þeir eru með frábærar hendur og Daniel og Everidge, Prescott, Booker, þessi strákar og við erum bara góðar hendur og eru góðir að lesa sendingilum og við fá fullt af þessum raðaplöfum manna í þriðjuleikundum, eitthvað sem við ætlum ekki að gera. Við eigum náma að einfælda þetta svolítið í fjórðuleikundunum, fara kannski svona meira það sem við erum búin að gera í allan vetur og það var þessi óskilvirkni sóknarleikurinn í lokin sem kannski kláraði þetta. Já, þið kastið frá okkur raun og veru 21 stiga forskoti. Hvað það sem skeppið á til þess að fara ekki í þetta? Já, ég meina ég held að þessi náttúrulega kom út eins og maður reiknaði með að setja stór skot dags það neyru sérstaklega og eins og segir bara þetta við fórum í að reyna eitthvað flóknan hlut í staðan fyrir að vera haldið sveinföldu og fengum alltaf marga tapabolta og fórum að hugsa svona ómarga leiki fram í tíman og stundum þarf maður ekki að hugsa þannig þegar maður með Galatasaray. Einu umferð eftir hjá okkur, þið sigluðu upp í þriðja sæti í deildinni með þessum sigri en með Skeikar ekki þegar ég innbyrðis á Keflavíkandi. Jú, veldan. Hvernig finnst þér liðið vera að koma saman á þessu síðustu dögum fyrir úrslitakeppnina? Það vel, mér finnst bara góður gangur í sig okkur og maður sé margt í liðinu og ég sé svona bara að menn líka samtíma spenntir bara fyrir að byrja úrslitakeppnina. Það er oft svona trikk í þessi leiki sko. Það er einhvern veginn, það er svona, maður nýta úrslitakeppnina við handum á hópni en samt eru leikinni mikilvægir og það er einhvern veginn svona, þetta eru skrýtnir tímar, sérstaklega svo fyrir okkur um úrslitakeppnina að það sæti sem þú ert í þú ert alltaf að fara að spila á móti hörkum mótherja. Ég meina kannski Blikarnir hérna og Káingar næstu fyrir eru alltaf berjast fyrir hérna komast úrslitakeppnina þannig að þeirra úrslitakeppni byrjað þannig að þetta er svona skrýtnir tímar en skemmtilegi tímar og voru og með öllu tilreyndi. Alveg að lokum, síðasti leikurinn ykkar í deildinni á móti KR og þið getið mögulega verið steinn í götu KR á leiðin inn í úrslitakeppnina. Hvernig eru tilfinningarnar varðandi það? Það er bara engar, það er bara þegar allir leikir eru búnir, þessi 22 leikir eru búnir, þá er bara talað upp úr pókanum sem maður tala um og ef KR-ingarnir eru í topp 8 þá er það skilja fyrir úrslitakeppnina og ef þeir eru ekki í topp 8 þá er það ekki skilja. Þannig að þetta leikurinn á fimmtudaginn sé eitthvað svona í lokaleikur þá eru bara allir með sín örlög í sínum höndum yfir tímabilið og við ætlum okkur bara að fara þangað að vinna og reyna að fara inn í úrslitakeppnina með á svona við upp staðan fyrir að taka eitthvað hyggst. Frábært, takk fyrir.